Komið sæl, í dag þá langar mig að tala kannski svolítið öðru þessu efni heldur en við erum búin að vera að gera í sumar, en þó ekki samt. En það rannsóknarréttur Vatíkansins í Róm. Nú fáir eru meðvitaðir ódæðisverk rannsóknarréttarins í 600 ára pyntingar á morð sem var beitt trúuðum kristnum mönnum. Og það var bara vegna þess að þeir neituðu að víkja frá trú sinni á orð Biblíunnar, en frekar en heiður kirkjunnar. Og það saga sem við megum alls ekki gleyma, vegna þess að þeir sem geta ekki munað fortíðina eru dæmdir til að endurtaka hana. Ástæðan fyrir því að ég að fjalla þetta núna að fyrr í sumar rakst ég á frétt á netinu þess efnis að Vigano erkibiskup hafi verið fundinn sekur klofning og bannfærður. Það segir hér að ítalski erkibiskupinn Carlo Mario Vigano, harður íhaldsamur gagnrýnandi Frans Páfa, hefur verið fundinn sekur klofning og bannfærður og sagði kenningaskrifstofa Vatíkansins á föstudag. Og svo segir hér einnig, hann hafði sagt að Páfi ætti að segja af sér og stimplaði hann í kjölfarið sem falsbámann og þjón Satans. Og hvaða þýðingu hefur það að vera bannfærður í kaþólsku kirkjunni? Hann getur það ekki tekið þátt í sakramentinu, sem þýðir að hann hefur ekki möguleika á að öðlast fyrirgefningu fyrir syndir sínar, samkvæmt þeirra kenningum, og mun því brenna að eilífu í helvíti. Það samkvæmt kaþólsku trú. Og í ljósi þess hversu alvarlegt það þótti að brenna í helvíti alla eilífð, þá þótti það sjálfsagt í gegnum aldirnar að beita hvaða aðferðin sem til að snúa mönnum frá villu trúar sinnar, samkvæmt þeirra skilningi. Og rökin voru þau að ef einhver að fara að brenna í helvíti alla eilífð, að þá sé það vel þess virði að beita trúvillingin pyntingum í þessu lífi til að forða honum frá slíkum örlögum. Og þannig rættist það sem að Kristur sagði í Jóhannes 16:2, já, sú stund kemur að hver sem líflætur yður þykist veita Guði þjónustu. Og rannsóknarrétturinn taldi sig einmitt vera að veita Guði þjónustu. Og hlutverk hans var að taka á öllu því sem að kirkjan flokkaði sem trúvillu og öllu því sem stangaðist á við kenningu kirkjunar. Og rannsóknarrétturinn stóð yfir í meira en 6 aldir með óumræðilegum pyntingum og slátrun og ekki aðeins kristnum sem vildu trúa Biblíunni frekar en Vatíkaninu, heldur einnig á gyðingum, múslimum og þeim sem dæmdir voru fyrir sem nornir eða galdramenn. Og var að ræða tugi milljóna manna, hugsanlega alltaf 50 milljónir samkvæmt virtum og áreiðanlegum sagnfræðingum. Og í dag eru margir ekki einu sinni meðvitaðir þessar ofsóknir að þær hafa átt sér stað. Að það sem Rómakirkja á skipulegan hátt pyntaði biblíutrúaða og aðra sem myndu gefa upp trú sína og þeir sem vildu treysta á biblíuna frekar en móðurkirkjuna. Nú rómversk-kaþólsk kirkja, hún byrjaði að bæla villutrú löngu fyrir 12. öld. Allt sem var ekki í samræmi við trúakerfi þeirra var villutrú og nauðsynlegt að bæla það niður að þeirra mati. En hins vegar fyrir 12. öld voru þessir svokölluðu villutrúamenn vanalega einstakir götupredikarar eða litlir hópar biblíutrúara sem komu saman á ýmsum stöðum og dreifður landið. Og þar af leiðandi hafði kirkjan ekkert skipulagt kerfi til að bæla niður þessa villutrú. En það átti eftir að breytast. Á 12. öld kom upp aðstæður sem að kaþólska kirkjan hafði ekki þurft að takast á við áður. Og í Suður Frakklandi var fjöldi fólk sem trúði Biblíunni, hópar eins og albigensar breiddust hratt út svæðið. Og þessi villutrú, eins og rómversk-kaþólska kirkjan kallaði hana, jókst með ógnarhraða. Og ef kaþólska kirkjan ætti að bæla niður þessa villutrú þyrfti greinilega nýja og kerfisbundna aðferð til að takast á við villutrúamenn. Innocentius III páfi var staðráðinn í að bæla niður þessa vaxandi ógn og hann myndi byrja á albigensum. Og þannig hófst rannsóknarrétturinn í Frakklandi. Albigensar bjuggu við
dásamlegt landbúnaðar líf byggt á meginreglum Biblíunnar og þeir byggu í bæjum víðs vegar Frakkland. Og þarna var í raun upphaf rannsóknarréttarins undir stjórn páfa. Og þessi kúgun var ekki takmörkuð Albigensa eða við Suður Frakkland. Öflugur armur páfans náði til allara þjóða og svæða þar sem kaþólska kirkjan hafði áhrif. Aðrir hópar eins og Valdensar urðu einnig fyrir hræðilegum ofsóknum fyrir trú sína og Valdensar þeir eru áhugaverður hópur trúara vegna þess að þeir ná allt aftur til tíma apostolana í talið vera. Og þeir báru mikinn kærleika til ritningarinnar og þeir trúðu og fylgdu Jesú einum. Og dalætnir þar sem þeir bjuggu voru í mismunandi tímum yfirbugaðir af hermönnum sem voru sendir út til að slátra, drepa og þessa trúu á norður Ítalíu og suður Frakklandi. Og þannig hófst þróuð skipulagðar aðferðar til að takast á við villutrú og hvar sem hana var að finna. Og biskuparáð og störf erkibiskupa með umboði páfans urðu þekkt sem heilagur rannsóknarréttur villutrú. Nú aðferðin sem Innocentius III byrjaði á var haldið áfram á hverjum páfanum á eftir öðrum með tímanum fundið þeir upp sífellt skelfilegri aðferðir til að reyna að bæla niður þá sem voru ósammála rómversk-kaþólskri kirkju. Innocentius IV var sá sem kom með nákvæmar upplýsingar hvernig pyntingar ætti að fara fram. Og það voru sjálfur páfarnir sem upphugsuðu þessar pyntingar og þannig var það með 75 páfar sem hver sig bætti við mismunandi tegundum af pyntingum. Og nokkrir virtir sagnfræðingar hafa tjáð sig rómversk-kaþólsku grimmdaverkin á tímum rannsóknarréttarins og jafnvel rómversk-kaþólskir sagnfræðingar sjálfir tala hryllinginn. Menn eins og Peter D. Rosa, hann skrifaði bók sem heitir The Vicars of Christ og undirtitillinn á þeirri bók Myrka hlið páfadómsins og það talað páfana sem ríktu yfir allri kirkjunni og hroka páfavalds. Og hann skrifar: Jóhannes Páll sýnir páfadóminn sem baráttumann sannleikans og réttinda mannsins. Hann lítur á það sem sjálfsagðan hlut að páfar hafi aldrei andmælt hver öðrum grundvallaratriði eða viki frá sannleika fagnarins. Sagan rífur hins vegar niður goðsögnina páfadóminn, segir hann. Hann skrifar einnig voðaverk pyntingavíla rómversk-kaþólsku kirkjunnar og sagði: frásögn rannsóknarréttarins væri vandræðileg fyrir hvaða stofnun sem og fyrir kaþólsku kirkjuna það hryllingur. Í dag stærir hún sig og með mikilli réttlætiskennd af því að vera verndari umhverfis og réttinda mannsins. Sérstaklega finnst páfadæminu gaman að líta á sig sem baráttumann siðferðis. Og það sem sagan sýnir að í meira en 6 aldir án hlés var páfastóllinn svarinn óvinnur grunnréttinda og af 80 páfum í röð frá 13. öld var enginn þeirra andvígur guðfræði og aðferðum rannsóknarréttarins. Í algjöru þversögn við það þá bætti hver af öðrum síni eigin grimmilegu aðferðir virkni þessara banvælu vélar. Þannig lýsir Peter D. Rosa þessu. Og annað sem ég geti vitnað í Acton Lávarður heitir hann. Hann segir rannsóknarréttin: rannsóknarrétturinn sérstakt vopn og sérkennilegt verk páfa. Það sker sig úr öllu því sem þeir tóku þátt í, fylgdu eða samþykktu sem sérkenni páfaborgar Rómar. Það var sett upp, endurnýjað og fullkonnað með langri röð athafna sem komu frá æðsta valdi kirkjunnar. Engin önnur stofnun, engin kenning, engin kennsla, engin athöfn svo áberandi sköpun páfadómsins sem þessi útdeiling valds. Og það aðalatriði sem páfadómurinn auðkenndur með og sem það verður að dæmast eftir. Meginregla rannsóknarréttarins fullveldi páfa yfir lífi og dauða og sá sem óhlýðnast honum skal dæmdur og pyntaður og brendur. Ef það ekki hægt að gera það má sleppa formsatriðum og drepa viðkomandi eins og útlaga. Það að segja, stjórnandi rannsóknarréttarins morðóður og álit manns á páfastóli stjórnað og ræðst af skoðunum hans á trúarmorðum. Þannig skrifar Acton Lávarður. Páfadómurinn uppfyllir á átakalegan hátt þá mynd sem birtist í 17. kafla opinberunarbókarinnar af skækinni miklu sem úthellir blóði í gegnum 6 alda morðeiði hennar. Það segir hér í 17. kaflanum:
Kom hingað og ég mun sýna þér dóminn yfir skækinni miklu sem við vötnin mörgu. Konungar jarðarinn hafa dríkt saurleifnað með henni og þeir sem á jörðinni búa hafa orðið drukknir af saurleifnaðar víni hennar og hann leiddi mig burt í anda á eyðimörk. Og ég sá konu sitja á skarlatsrauðu dýri allsettu guðlaustunnar nöfnum og hafði það 7 höfð og 10 horn og konan var skrýdd purpula á skarlati og var búin gulli og gimsteinum og perlum. Hún hafði í hendi sér gullbyggar fullan viðustigðar og var það óhreinleikur saurlifnaðar hennar og á enni hennar var ritað nafn sem leyndardómur, Babylónin mikla, móðir hórkvenna og viðustigða jarðarinnar. Og ég sá að konan var drukkin af blóði hinna heilugu og af blóði Jesú votta og ég undraði stórlega ég leit hana. Biblían spáði fyrir valda fíkn hennar og þorsta eftir blóði og sagan hefur skráð mjög af hræðilegum smáatriðum þess. Og ef ég held áfram að vitna í Acton Lávard, þá segir hér að rómversk-kaþólska kirkjan var ekki sátt við að drepa villutrúamenn á mannúðlegan hátt. Þau héldu áfram að búa til hræðilegri pyntingar í tilraunum sínum til að fá svokallaða villutrúamenn til að afsala sér trú sinni og samþykkja rómversk-kaþólska trú. Hlutir eins og Júdasstóllinn sem var sérstaklega notaður í spænska rannsóknaréttinum. Þetta var píramídasæti og fórnarlambið var lækkað niður á þetta sæti þannig að oddhvassur endinn á sætinu fór í gegnum fórnarlambið, bæði karla og konur og þannig að þeir þjáðust af hrikalegum sársauka og þannig var vonast til þess að þeir myndu afsala sér biblíutrú sinni og játa þess í stað trú sína á heilaga móður kirkjuna. Þannig lýsir hann þessu. Nú á rekkinn, hann var annað tól sem að rannsóknarrétturinn notaðist við og hann var nokkuð frægur fyrir hyllingin sem að hann leiddi yfir fórnarlambið. Og fórnarlambinu var gert að teygja úr sér á grind og síðan togað úr báðum áttum, handleggir og fætur frá báðum endum. Þannig að líkaminn fór hægt og rólega að losna í sundur, þannig að í þeirra þjáningu og sársauka sem fylgir því að vera dregin á rekkanum myndu þeir biblíutrúuðu lúta Rómakirkjunni. Það eru fleiri aðferðir sem við nota, ég ætla bara að skauta yfir þetta fljótleitum eins og höfuðkúputólið sem var notað til að pressa höfuðkúpuna saman, þar til tennur brotnuðu og þess áttar. Og járnmeigjan sem var eins konar hylki sem að rannsóknarrétturinn notaðist við til að loka fólk inni. Og annað sett af tækjum var notað rannsóknarrétturinn til að gata líkamann eins og naglastól. Einhvern af þessum hryllingi var hægt að beita hvert sem karl, konu eða barn eldra en 12 ára sem var ekki sammála rómversk-kaþólsku kirkjunni og réttarhöldin fóru ekki fram á lýðræðislegan eða sanngjarnan hátt. Hver sem getur verið handtekinn af rannsóknarréttinum vegna gruns og þá verður réttarhöld leynileg, fanginn mátti ekki þekkja ákæranda sinn og eða vitni og dómararnir voru prestastéttin og þeir voru kirkjumenn með algjört vald. Vitnisburður einstaklinga sem oft var einnig dreginn fram með hótunum og pyntingum var viðurkenndur sem svo framalega sem að vitnisburðurinn var fjandsamlegur kirkjunni og börn frá 12 ára aldrei þurftu að bera vitni. Fanginn naut ekki aðstoðar lögfræðings því að allir sem verja villutrúamann voru sjálfkrafa þeir sjálfur dæmdir sekir glæpinn að stuðla að villutrú. Og í Englandi á tímum ensku siðbótarinnar á 16. öld og valdatíma Maríu Tudor, elstu dóttur Hinriks VIII sem var þekkt sem Bloody Mary og var ákafur kaþóliki studd af páfanum. Með rannsóknarrétti olli hún píslarvotta dauða 280 mótmælenda í Englandi og flestir þeirra dóu vegna þess að þeir afneituðu því að Jesú Kristur sé raunverulega til staðar í sakramentinu. Og brennan á biskupum Latimer og Ridley sem átti sér stað í Oxford fyrir utan Balliol College árið 1555 mörgum enn vel kunn þar sem að síðustu orð Latimers urðu hvatning aldir til biblíutrúðara kristinna manna í enskumælandi heimi og orð hans voru: Við munum í dag að Guðs náð kveikja á slíku kerti í Englandi sem ég treysti að aldrei verði slökkt. Þetta voru hans lokaorð áður en hann brann á bolinu. Og rannsóknarrétturinn var stöðugt í framkvæmd í Evrópulöndunum, Frakklandi, Þýskalandi, Hollandi, Spáni og Ítalíu.
og þetta fólk var beitt þjáningu en samt hélt það áfram að vera staðfast í trú sinni og gat fengið styrk og hugrekki til að takast á við þessi voðaverk. Þetta var stórkostleg sýning á guðdómlegum krafti Jesú Krists, að þeir sem trúðu svo staðfastlega það bar það í gegnum og gerði þeim kleift að lifa af þrautina sem við í dag getum varla byrjað að hugleiða. Og margar eru þrengingar réttlátra. Þeir myndust þess að Drottinn hafði sagt í fagnaðarerindinu: hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Og einnig: hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum mun ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. Og aftur: hver mun gjöra þess viðskila við kærleika Krists, mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Þau vissu ekki aðeins hver Kristur var, heldur vissu þau mjög greinilega hver and Kristur var. Þau sáu greinilega að ritningin boðaði hver Kristur væri og hver and Kristur væri. Síðan var þeim haldið uppi í trúsinni vegna þess að þau vissu að ritningin hafði sagt fyrir að þessi þjáning myndi koma yfir trúaða. Kristur talaði að margir myndu segjast vera Kristur. Pétur talar marga falsbámenn. Páll postuli talaði að úlfar kæmu inn í hjörð Drottins. Og þau voru því vöru við og þau gerðu sér grein fyrir því að þau væru undir ægivaldi skækjunar sem talaði í Opinberunarbókinni 17. kapla. Og þau þekktu vel hvað segir þar í 5. versi: Babylon hinn mikla, móðir hórkvenna og viðurstigða jarðarinnar, drukkina blóði hinna heiligu og að blóði Jesú votta. Og þau gerðu sér grein fyrir að páfaveldi var á baku þetta allt og voru sterk í trúni vegna þess að þetta var það sem spáð var fyrirum. Og þau gerðu sér grein fyrir að vald hennar var mikið þar sem að hún hafi fengið á sitt band, höfðingja og konunga og drottningar til að vinna verk sín, og að hún var sannarlega leyndardómur vegna þess að hún var að boða boðskap sem var óþekktur á síðum ritningarinnar, en því hafði verið spáð að slíkur hryllingur myndi koma og fráhvarf frá hinnu sanna fagnarendi. Og það er sorglegt að margir af trúuðum okkar eigin tíma munu segja að þeir viti vissulega hver Kristur er, en viti ekkert hver andkristur er. Og það er boðað í síðara Þessalóníkubréfi 2. kafla að það er maður syndar og sonur glötunarinnar, sá sem myndi sitja í musteri Guðs og kalla sig Guð. Sá eini á blaðsíðum sögunar sem hefur gert þetta er páfinn í Róm. En þann dag í dag kallar páfinn sig hinn heilaga föður sem er titill Guðs, og hann kallar sig staðgengil Krists. Hann situr því í musteri Guðs og kallar sig Guð. Og biblíutrúaðir sáu þessa hluti og þetta er sögulegur sannleikur. Ólíkt mörgum trúuðum okkar eigin tíma sem segjast ekki vita hver andkristur er og þeir sé að leita að einhverju sem koma skal í framtíðinni þar sem þeir munu fá ígrætan tölvukupp eða eitthvað í heila þeirra eða aðra álíka villtar hugmyndir. Á meðan við sjáum þessa hluti spáð í ritningunni og hvernig það hefur komið fram. Vandamál kirkjunnar í dag er að við hunsum söguna okkur sjálfum til tjóns. Í þá daga klæddust kardínálar skarlati og biskuparnir fjólubláu og enn þann dag í dag notar rómversk kirkja þessa tvo liti. Á fundi Vatikansins í Róm ganga þeir saman inn á torgið. Torgið fyllist af 3000 kuplum sem streyma inn á torgið. Litirnir skarlat og fjólublár. Þetta er merkilegt í ljósi þess að Opinberunarbókin nefnir einmitt þessa tvo liti. Þetta eru hinir raunverulegu litir kirkjunnar og þetta er aðeins eitt af mörgum smáatriðum sem hafa ræst. Hún heldur á gullbikarnum. Hún er elsta kerfið sem hefur úttelt blóði trúara yfir svo langan tíma og það er staðreind. Og þetta er hægt að sannreyna á síðum sögunar. Getur verið að rómversk-kaþólsk kirkja sé enn að viðhalda sama hugafari á okkar tímum? Það er vissulega meðal bestu leyndardómum 20. aldar að rannsóknarréttur sem var jafn harður og á fyrri öldum átti sér stað á tímum síðari heimsstyrjaldarinnar. Árið 1929 undirritaði Benito Mussolini Lattern sáttmálann með páfa þess tíma Píus 11. páfa og veitti páfanum opinberlega Vatikanhæðina. Með öðrum orðum
að Vatíkanið verður sett upp aftur sem pólitísk eining og páfadómurinn varð aftur fullvalda borgaralegt ríki. Lagalegur samningur við Mussolini var aðeins upphafið af Concorde-gerðunum sem áttu að koma á meðan mörgum þjóðum. Kannski sá frægasti var á milli Píusar páfa 12. og Adolfs Hitlers. Vatíkanið myndaði meðal annars bandalag við eftirfarandi rómversk-kaþólska einræðisherra. Það eru Benito Mussolini, Adolf Hitler, Francisco Franco á Spáni, Antonius Salazar í Portugal, Juan Perón í Argentínu og sá grimmasti allra þeirra var Anton Pavelić í Króatíu. Samkvæmt minnisblaði í skjölum Bandaríkjahers dagsett 12. september 1947 þá voru umboðsmenn sem áttu að fanga stríðsglæpamenn nasista eftir seinni heimsstyrjöldina en þeir forðuðust viljandi að handtaka einn mann því svo að vitna sé í skjalið. Tengiliðir hans eru svo háir og núvarandi staða hans svo mikil málamiðlun fyrir Vatíkanið að nokkurt framsal á honum myndi vera yfirþyrmandi högg fyrir rómversk-kaþólska kirkju. Maðurinn, hann var Ante Pavelić, yfirmaður hins nýja þjóðaríkis Króatíu sem var aðskilið Júgóslavíu í stríðinu. Á 4 ára valdatíð hans fylgdi hann og rómversk-kaþólsku prelátarnir Aloysius Stefánik erkibiskup stefnu til að snúa eða deyða það bil 900.000 gríska réttrúaða Serba, gyðinga og annara í Króatíu. 200.000 var snúið, 700.000 sem völdu að deyja voru pyntaðir, brenndir, grafnir lifandi eða skotnir eftir að hafa grafið sína eigin gröf. Og þessar skelfilegu ofsóknir voru gerðar af Ustase sem var króatísk samtök fasista og öfga þjóðerni sinna. Af þeim voru framin mörg af verstu gryndaverkum heimsstyrjaldarinnar síðari. Vissulega voru limlestingar, skelfingar og villimennskan hræðileg og kaþólska kirkjan yfirgaf ekki framkvæmd trúarbragðastríðs í hendur hins veraldlega arms við þetta tækifæri. Hún var þarna sjálf og hunsaði varnar ráðstafanir opinberra aðila og djarfari en hún hafði verið í mjög langan tíma. Margir úrstforingjana voru prestar sem höfðu svarið þess eið að berjast með rýting eða farið í það sem þeir kölluðu sigur Krists og Króatíu. Og prestar gengu áberandi hlutverki við lokun eða yfirtöku serbnesku réttrúnaða kirknanna og lagt var hald á kirkjuskrár og yfirheyslur hafðar yfir serbnesku réttrúnaða prestinum. Þeir höfðu einnig eftirlit með fangabúðum og skipulögðu pyntingar á mörgum fórnarlömbana og þetta var allt að gerast á 20. öld. Og franski rithöfundurinn Edmond Paris sem fættist rómversk-kaþólskur hefur skrifað mjög ítarlega frásögn af þessu hræðilega fjöldamorði í bóksinni Convert or Die og hann skrifaði: Þetta er erfitt fyrir heiminn að trúa því að allt fólki geti verið dæmt til útrýmingar af ríkisstjórn og trúarlegu veldi 20. aldar bara vegna þess að það tilheyrði öðru þjóðernis- og kynþáttahópi og hafði erft kristni Bísantíum frekar en Rómar. Og hvað gerðist svo í balkanska stríðunum í 10. áratugnum í Júgóslavíu? Vatíkanið leiddi í vestrænar þjóðir við að viðurkenna Króatíu sem sjálfstætt fullvalda ríki og auðvitað brutust strax út ófriður milli Króata og Serba í ljósi þessa bakgrunn sem hafði átt sér stað í seinni heimsstyrjöldinni. Og breski sagnfræðingurinn og blaðamaðurinn Andrew Roberts hjá Sunday Telegraph lýsti yfir undrun í þessu blaði og hann skrifaði: Réttrúaðar Serbum var lofað vernd ef þeim snerust til kaþólsku en voru síðan drepnir eftir að þeir fóru inn í kirkjurnar og prestarnir horfðu á. Þetta skrifar hann í Sunday Telegraph 15. september 1991. Tilrauninni í seinni heimsstyrjöldinni til að stofna hið algjörlega rómversk-kaþólska sjálfstæða ríki Króatíu fylgdu ofsóknir svo grimmilegar að erfitt að finna hliðstæði í allri sögunni. Og þetta var bara eitt dæmi af því sem kirkjan hefur tekið þátt í og það er svolítið ótal mörg önnur dæmi eins og til dæmis Rúanda sem að páfinn baðst afsökunar á.
Og árið 2000 baðst páfinn fyrirgefningar fyrir þann dátt sem meðlimir kirkjunnar gengdu í rannsóknaréttinum. Það var í mars árið 2000. Páfinn baðst fyrirgefningar á athöfnum meðlima kirkjunnar sem þeir hefðu framið í þjónustu sannleikans. Nú, það voru ekki einstakir meðlimir kirkjunnar sem að báru ábyrgð á þessu öllu. Það var páfadómurinn sjálfur, páfinn sérstaklega. Einn páfinn aftur öðrum, að minnstakosti 75 í hlutverki páfa. Þannig að fyrir páfana biðjast afsökunar á því að þetta hafi einhvern veginn verið meðlimir kirkjunnar, þá er það lítilfjörleg afsökun. Og sömu kenningar og þeir héldu þá halda þeir enn í dag, þeir hafa ekki dregið neitt af því tilbaka og munu ekki gera það. Þeir trúa enn á hjálpræði gegnum sakramentið eins og þeir gerðu á tíma rannsóknarréttarins og þeir halda enn við þá trúa að líta til brauðsins að það geti helgað þig. En hvað þá með Carlo Mario Vigano? Hvernig kemst hann upp með að gagnrýna páfa og sleppa við sambærilega meðferð og átti sér stað og öldum áður? Bendir það til þess að kaþólska kirkjan hafi lagt til hliðar slíkar pyntingar? Hafa þeir ekki lengur áhuga á að leiðrétta trúvilling með öllum tiltækum ráðum eins og við höfum séð í gegnum söguna? Vilja þeir ekki þvinga trúvillingin úr honum til að forða honum frá eilífum kvölum í helvíti eins og þeir við höfðu áður? Ég held að það sé ekki vegna þess að þeir hafa bætt ráð sitt, frekar að þeir viti að þeir komast ekki upp með að snerta hann því að það myndi valda þvílíkum uppþótti bæði innan kirkjunar sem utan. En við vitum að samkvæmt spádómi opinberunarbókarinnar að banamein dýrsins verður heilt og það er ekki að fullu orðið heilt og þess vegna býður það ádetta og safnar kröftum fyrir komandi átök. Róm hefur ekki bara gefist upp, hún hefur enn sama hugafar. Rómversk-kaþólska kirkjan í dag heldur enn kanónlögunum sem hún notaði sem valdsitt til að pynta og myrða biblíutrúaði í meira en 600 ár. Og það er ekki bara það að hún hélt þessum hlutum í fortíðinni, hún heldur enn í nútíma kenningunum sínum að þú verður að leggjast undir vald hennar. Og hérna vitna ég í kanon 1311 þar sem segir: kirkjan hefur sinn eigin eðlislega rétt til að hefta trúmenn Krists sem fremja afbrot með refsi viðurlögum. Kaþólska kirkjan heldur því einnig fram að hún geti krafist undirgefni vitsmuna og vilja. Og hvernig getur kirkjan sem til þess að vera hinna sönnu kirkju halda þessu fram? Og það segir í kanon 752 að trúarleg undirgefni vitsmuna og vilja verður að vera undir kenningu sem æðsti páfi eða biskupaskólinn lýsir yfir trú eða siðferði þegar þeir fara með hið sanna vald, svo það segja. Svo það sem æðsti páfinn segir eða biskupaskóli hans trú og lög, þú verður að leggja gáfur þínar og vilja til hliðar, þannig að þetta er sama kennslan, sama hugafarið, það er enn til staðar. Nú það sem rómversk-kaþólska kirkjan heldur áfram að faðma sífellt vinsælli samkirkjulega hreyfingu allan heim, væri skynsamlegt fyrir okkur öll að sérstaklega biblíutrúaða að muna eftir lærdómi sögunar og vera staðföst í trú okkar. Við þekkjum það úr opinberunarbókinni 13. kafla að dýrið hlaut banamein, en svo er sagt frá því að banamein þess var heilt. Og þar sjáum við líka annað dýr sem er Bandaríkin sem samkvæmt spádóminum láta jörðina og þá sem á henni búa tilbiðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Og svo sjáum við í 17. kafla að það er skækja sem situr á fyrra dýrinu. Og skækjan hún er sögð vera móðir hórkvenna. Ef hún er móðir þá á hún líka dætur og dæturnar líkjast móðurinni. Kona táknar kirkju og kaþólska kirkjan kalla sjálfan sig móður kirkjuna. Hún er óðum að safna dæturum sínum til sín í samkirkjulegri hreyfingu. Nú hvað er að gerast vestanhafs þessa mundir? Hér er grein og fyrirsögnin er: nýtt hægri fræðimenn færa rök fyrir biblíu löggjöf á Stúpenville ráðstefnunni. Og svo segir þessari grein: nokkri fyrirlesarar settu fram sín á Bandaríkin þar sem innlend framleiðsla er ekki aðeins endurvakin og hnattvæðing tekin í taumana heldur þar sem hefðbundið kristið siðferði er endurreist á miðlægan stað í samfélaginu og almennri menningu
og þar sem leiðtogar í ríkisstjórn eru ánægðir með að nota pólitískt vald til að framfylgja þessi trúargildi og refsa vöknuðum vinstrimönnum, segir hér. Og þarna sjáum við að móðurinn og dætur hennar eru að búa sig undir lagasetningar varðandi siðferði. Ef það eru lög, þá þurfa að vera refsiákvæði. Og við erum að sjá að ýmis fylgi í Bandaríkjum eru nú þegar búin að færa í lög að boðorðin 10 skuli vera birt í skólum. Nú hvaða útgáfa af þeim munu þeir birta? Sannarlega ekki svo útgáfa sem er að finna í Biblíunni. Og Project 2025 er mikið í umræðinu vestanhafs að þetta er pólitísk samtök sem hafa sett saman ítarlega útlistun á því hvernig næsta hægri stjórn á að líta út. Og ég vitna hér í þeirra eigin rit þar sem segir hvíldadagurinn. Guð fyrirskipaði hvíldadaginn sem dag til hvíldar og þar til nýlega reyndi gyðing kristin hefð að virða það umboð með siðferðislegu og lagalegu regluverki vinnu á þeim degi. Þar að auki gerir sameiginlegu frídagur fjölskyldum og samfélögum kleift að njóta frí saman frekar en sem sundurlausir einstaklingar og veitir öllum heilbrigðara lífshlaup. Því miður hefur þessi sameiginlegi hvíldadagur rýrnað undir þrýstingi neysluhyggju og veraldarhyggju, sérstaklega fyrir lágtekjufólk. Þeir hafa það að markmiði að innleiða lagalegt regluverk varðandi hvíldadaginn. Hvaða dagur er það í þeirra huga? Vissulega ekki 7. dagur vikunar sem Guð helgaði og setti til hliðar. Nei, það verður 1. dagur vikunar sem Vatikanið innleiddi og færði í lög. Það er alltaf gerast þessar mundir og það mun gerast hratt. Svo sjá hvað Trump hefur að segja. Hér er fyrirsögn í blaðagrein. Trump segir hægri sinnuðum kristnum að þeir muni hafa völd á stigi sem þú hefur aldrei notað áður. Og síðan segir í greininni, forsetinn fyrirverandi hét því að afhenda kristinni þjóðernishreyfingu völdin á áður óþekktum mælikvarða. Á kristin þjóðernishreyfing með völd á áður óþekktum mælikvarða. Hvernig verða þessu valdi beitt? Og við þurfum ekki að geta okkur til það, og það verður sunnudagslöggjöfin. Og sjáu hvað Ellen G. White segir hér í deilinu miklu í loka málsgrein 37. kafla. Fyrirmenn kirkju og ríkis munu taka höndum saman til þess að múta, tæla eða þvinga alla stéttir manna til að heiðra sunnudaginn. Samvisku frelsi sem hefur kostað svo miklar fórnir verður ekki lengur heiðri haft. Í hinum yfirvofandi átökum munum við sjá rætast orð spámannsins og drekinn reiddist afkomendum hennar, þá er varðveita bókuðs og hafa vitnisburð Jesú. Þetta mun rætast eins og sagt hefur verið fyrirum. Biblían hefur varað okkur við, eins og segir í Opinberunarbókinni 13, 16 og 17, og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn getur keypt eða selt nema hann hafi merkið nafndýrsins eða tölu nafn þess. Spádómarnir, þeir munu rætast eins og þeir hafa gert alla tíð hingað til. En við þurfum ekki að óttast. Kristur talaði litlu hjörðina. Hann sagði okkur að við getum staðist allt í krafti hans. Við vitum að hið sanna fagnaðarerindið er satt, að Kristur Jesús hefur gefið líf sitt fyrir marga. Og við þurfum að líta til Jesú og aðeins hann og treysta á hann og eiga hlutdeild í sama sigri trúarinnar sem að sýndur var í öll þessi ár. Og við þurfum að muna að fólk Guðs í gegnum aldirnar þekkti viðvaranir Biblíunar eins og síðara Tímóteusarbréf 3:12 þar sem segir, já, allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesú munu ofsóttir verða. Og fólk Guðs í gegnum aldirnar þau fóru eftir fyrirmælum Opinberunarbókarinnar í 8. kafla sem segir, gangið út mitt fólk út úr henni svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágur hennar. Og þau höfðu verið hlýðin og þau vissu að drottin hafði kallað þau út og það gaf þeim styrk og æruleysi og þrautsegju sem er köllun allara sem vilja trúa og treysta Jesú fyrir lífi sínu. Treystu á sama drottin Jesú Krist, þá getur þú haft gleði í hjarta
sama hvað yfir því kann að koma. Eða eins og Páll segir í Filippibréfinu 4:6, verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir yðar kunna Guði með bæn og beðni og þakkagjörð, og friður Guð sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Amen. Þetta voru 35 mínútur.